Þá er ég búin að finna hann Bjössa hjá BM Flugum. Hann er hérna í fyrsta skiptið. Bjössi, velkomin á Handverkshátíð. Já, þakka þér fyrir. BM Flugur, þú ert að nýta flugur til stangveiðar og sjóveiðar, eða ekki? Jú, aðalega stangveiði. Fluguveiði sérstaklega. Hvenær byrjaði þú að nýta flugur? Já, það er víst þeim 45 ár síðan. Og hefur alltaf verið að selja? Já, ég má segja það eiginlega. Ertu mikill veiðimaður sjálfur eða? Ekki í dag, ég steinhættur að veiða. Konu upp á annað sem er miklu betra. Það er að hafa peninga að veiðimönnunum. Þeir koma og versla við mig. Þú ert skynsamur. Heyrðu, það eru mjög svona áhugaverð og skemmtileg nöfn á laxaflugunum til dæmis. Geturðu sagt mér eitthvað um þessi nöfn? Já, ef við horfum hérna til dæmis á þessar laxaflugur hér, að þetta er nú bara XB-flugan. Mér gengur svona misvel að selja hana. Svo er hér fluga sem heitir Skella. Þetta heiti fæddist þegar ég var að veiða einu sinni í Laxá í Skefilstaðahreppi. Og svo á ég eina hérna sem heitir Mikkelsen. Mér dreymdi þessa flugu. Og litirnir eru þessir. Og síðan hefur hún gefist nokkuð vel í laxi. Og svo er hérna ein eftir varnarbarni sem heitir Dagbjört. Annars er ég aðalega núna í sílungaflugunum. Það er dýrt að fara í laxveiði, en það er ódýrt að fara í vötnin, kaupa sér veiðikort og fara í vötnin og veiða. Þannig að ég hef lagt mikla áherslu á sílungaflugurnar og þetta er svona sýnisvotn af þeim. Já, en hvernig datt þér í huga að taka þátt í handverkssýningunni? Ég ætlaði aldrei hingað, en dóttir mín átti þátt í því, plattaði mig hingað. Og jú, ég var samþyktur og hér er ég. Hvað, taldirðu þig ekki vera að vinna handverk eða? Jó, vissulega er þetta handverk og annað líka að ég er með 35 landnámshænur og ég hirði hreinar óskemmdar fjaðrir og þetta nota ég líka sér hráefni. Þannig að þú ert að nýta svona það sem til fellur í kringum þig? Það má segja það. Hvaðan kemur þú, Bjössi? Upphaflega er ég náttúrulega hérna Akureyringur, fæddur á Dalvík. En ég náttúrulega var í löggu hér á Akureyri í 10 ár. Svo fluttist ég vestur á Sauðárkrók og var yfirlögga þar. Og ég kláraði svo dæmið og hætti þegar ég var komin á, þegar ég var 60, þá var ég komin á full eftirlaun. Og síðan hef ég alveg sökt mér bara í flugnýtingar. Og er þetta vinsælt, flugurnar þínar? Já, mér gengur vel að selja þær allavega. Er ekki hálfgerð synd að búa til svona flotta hluti og svo faraði bara í sjó og eru étnir? Já, má kannski segja það. En þær hafa enst vel þessar flugum mínar. Ég legg mikið metnað í að þær séu sterkar. Þannig að það sé ekki ónýtar eftir kannski 1-2 fiska. Og þá byggist það á því að maður lakkar vel undir hverja einustu umferð sem hún bætir efni á. Og það þýðir að flugan hún verður sterk, hárin tolla á og í lokin þá var ég að lakka þetta 7, 5, 6, 7 upp í 8 umferðir á hausinn. Og þetta ger ég allt bara með nál. Þetta er tímafrekt, er það ekki? Svona nál, jú, þetta er mjög tímafrekt. Þetta er gaman. Og þú ert með eina, ég er bara forvitin núna, þú ert með eina flugu sem heitir Donald Trump. Já, hún á nú víst að vera hérna einhvers staðar. Og ég seldi einu sinni Ameríkunum þessa flugu og þeir vissu hvað hún hét þessi fluga. Ég þarf að finna hana hérna. Þarna sé ég eina. Hana? Þetta er Trumpinn? Já, þetta er sko Trumpinn í sínu fulla veldi. Málið er að ég var einu sinni upp í hesthúsi hjá mér. Konan og barnabörnin voru á hestbaki og ég satt fyrir utan hesthúsvegginn og skoða bara mín hross. Og komu 2 konur labbandi niður á fjallinu og litu til mér og spurðu hvernig mættu klappa hestunum. Það voru amerískar konur. Já, ég sagði það, allt í lagi. Og þegar hún var búin að skoða hrossin á mér, þá sýndi hún mér á símanu sínum einhvern hrossabúskap, búgarð út í Bandaríkjunum. Og ég var með síman minn í höndunum, þá sá hún mynd af flugu
á forsíðunni og þá fór hún aftur í sinn síma og sýndi mér hellinga af myndum frá því að hún var að veiða ásamt sínum eiginmanni lax í Bandaríkjunum. Og upp úr þessu var að ég sagði henni að ég væri að nýta flugur og framleiða og þá baði hún mig að hitta sig klukkan 11 kvöldið á hóteli og ég fór og dóttir með og svo var hún að skoða flugurnar og svo spurði hún mig hvað þessi fluga, hvað heitir þessi fluga? Þá sneri ég kassana svona við, Donald Trump, og þá fóru þær að hlæja og sagði gáða einu, ef hann kæmist að þessu, það bara 6 ár í fangelsi. Það eins gott að hann horfir ekki enn 4 þá. Já, ég vona að hann geri það ekki. En hún fæst lax á hana. Frábært. Heyrðu, takk hérlega fyrir spjallið, Bjössi. Og flugur, það kannski viðeigandi að því við ætlum næst að kíkja á hann Skúla á fiskideginum. Já, takk fyrir það, Rakel. Það nú eflaust margir séð flugeldasýninguna á fiskideginum mikla sem yfirleitt alltaf stórfengleg. En það eru mjög margar klukkustundir sem liggja baki og ég komin í það með 2 björgunarsveitarmenn sem vita allt málið. Hvað myndu þið segja að væru margar klukkustundir á baki hverja mínútu í svona sýningu? Já, það við höfum síðust ár verið að fækka, en þetta svona hver mínúta sem sýningin eru 100 klukkustundir. Já, það ekki. Já. Á bakvið hverja mínútu sem í sjóinu. Sko. Og hvað sjóið langt? Í ári það 7 mínútur, þannig að þá voru að tala 700 klukktíma. Þá kannski ekki endilega allt talið því menn eru líka að kynna sér þetta svona fyrir utan? Já, við náttúrulega erum, okkur finnst við allavega að vera mjög aktífir og forvitnir þetta, þannig að það fer svona megnið af næstu 2-3 mánuðum í að kynna sér hvað við að gera næst. Og það að skoða á YouTube eða hringja á milli og finna hugmyndir. Láta sér þetta bara eitthvað sniðugt í hug, athuga hvort sé þetta framkvæma það. Það nú mikið kviknar nú bara svona í símtölum sko og umræðum. En hvernig ferlið svona frá upphafi til enda? Hvenær byrjaði og hvernig byrja maður á að skipuleggja svona sýningu? Það byrja náttúrulega bara eiginlega leið og við erum búin að ganga frá á sunnudaginn. Þá byrjar skipulag fyrir næstu sýningu sko. Við erum að panta púðri í þessa sýningu, febrúar, mars eitthvað svoleiðis. Já. Og þannig að maður svona liggjandi yfir þessu fram eftir haustinu og skoða hvort sé eitthvað nýtt að koma inn jólin þegar almennavaran að koma inn. Svo það svona vangaveltur hvort það sé hægt að breyta einhverju, hægt að vinna sér eitthvað í haginn. Þannig að þetta svona, þetta náttúrulega ef allt tekið til þá þetta reglulega, þetta svona, já, þetta alveg rosalega tími sem fyrir þetta sko. En já, undirbúningur fyrir næst sýningu, hann hefst bara leið og sýningin eiginlega farin upp sko, búið að ganga frá henni. Já, og þið sjáu þetta fyrir ykkur, hafið gert þetta oft í rauninni. Þetta mikið listsköpun að setja svona sýningu. Já, það má alveg, þó maður titli sig ekki sem listamann, þá þetta ákveðin list. Og okkur finnst eins og með þessa hátíð á Dalvík og fleiri stöðum að hún endar ekki nema með hvelli sko. Akkurat. Nei. Þannig að hátíðin verður að hafa sýningu til þess að enda. Og þetta bara, fyrst og fremst, bara mjög gaman. Það ástæðan fyrir að maður búinn að vera í þessu í yfir 20 ár. Þetta nú breyst eitthvað, þið eru með dálítið betri búna núna heldur en þetta var svona, fyrst þegar þið voru að fara í þetta? Það var náttúrulega bara allt í pappa og allir sengar voru pappasengar og það var gríðarlega vinna við að hengja á þetta skott og svoleiðis og kveikja í þessu náttúrulega bara með blissum og einhverju. Svo fengum við nú eitthvað frumstætt skotborð sem við notuðum hérna í mörg ár og naglaborðin, gömlu góðu og rafgeimar og já, langir þræðir. En það urðu alveg straumhverfi þegar við fórum í þráðlausaborðið sko. Það var líka bara öryggis vegna. Við gátum tekið mannskapinn miklu lengra frá öllu ef eitthvað kæmi upp á. En hún hefur minnkað sko. Þó að sýningin hafi stækkað mikið í gegnum árin sko, hún hefur kannski minnkað þessi mikla handavinna sem var hérna fyrir 10-15 árum. Þó hún sé alltaf til staðar einhver hluthæðinni, en það hefur alltaf bara breyst svo mikið færst yfir í skipulag og annað slíkt þegar þú ert komin með flóknari skotbúnað, þú ert að hugsa þetta meira, þannig að vinnan hefur kannski bara færst meira þangað. Léttari vinna, en samt hún ekkert alltaf léttari sko. Þetta var þá svona eins og maður ímynda sér þetta að menn voru bara að hlaupa á milli og kveiki hver og einni. Já, þannig byrjar maður í þessu þegar maður ég manni 16-17 ára eitthvað,
þá hljóp maður með tívolíbombu í vinstri hendi og eldspýtu í hægri. Og það er eins gáfulegt og það hljómar, þá var það bara þannig. En núna alltaf með öllum þessu búnaði og öllu þessu dóti, þá bæði þetta er öruggara í lofti, það fyrir meira upp og þetta er ekki að springa endalaust út allt. Það er allt sem þetta skila sér meiri nýtni og öryggi fyrir okkur sem við hugsum rosalega mikið og einn af okkur titlar bara öryggisfulltrúi og hann sér bara til þess að allir séu með hjálma og gleru og í göllum og séu nógu langt frá og hann ræður öllu á staðnum sko. Þannig að við sjálfur erum líka að reyna að tryggja okkur og okkur öryggi. Það hlýtur að vera gríðarlegur auka bónus þegar maður er í björgunarsveitinni að fá svo að vinna með svona græjur og bara sprengiefni og dínamít. Því verður ekkert neitt það sko. Ef maður er eitthvað smá eldfimur sjálfur þá er þetta rosalega gaman sko. Já, manni finnst þetta bara forréttindi í rauninni sko. Þetta er bara, verst að þetta er bara einu sinni ári sko. Það er bara svoleiðis. Maður myndi vilja vinna við þetta nokkur sinnum ári sko. Þetta eru alvöru sprengiefni sem þið eru að meðhöndla. Þetta er ekkert sem almenningur fær að komast í tæri við. Nei, þetta eru tívolíbombur og þetta þarf að fara í hólka og þetta er með hraðbrennandi þræði þannig að þetta er rauninni kannski ekki hægt að tala þetta sem þráð af því að þetta springur í höndunum þær. Þráðurinn sjálfur þannig að þú hefur enga tíma til að hlaupa frá eins og með rakettur eða tvertur. Og þetta er bara búnaður sem er seldur í sýningar og ekkert annað. Það er ekki almenningsvara. Hérna skipta sekúndurnar gríðarlega miklu máli. Já, til dæmis eins og bara í þessari sýningu við erum að tala hvað erum við, 7 mínútur. Það eru 420 sekúndur og á því verið að skjóta einhverjum 1000 skota. Þannig að þetta er allt planað í þaula og þá er líka bara að ef eitthvað sem kemur upp og þá er engin tími til þess að grípa neitt inn í. Það þarf að fara bara allt upp á réttum tíma og það snýst þetta allt saman sko. Nákvæmni. Og svo er alltaf eitthvað smá sem maður getur bætt við á hverju ári. Þið lofið frábæri sýningu í árið, ekki? Jú, ekki. Jú, við gerum það og það er allt sem bendir til þess að hún verður bara standa undir nafni og eins og hún hefur gert síðustu ár. Frábært, takk hérlega fyrir spjallið. Takk sem leiðis. Við viljum að senda boltan yfir á Rakel sem er komin með Elfu í viðtal á handverkshátíðinni. Takk fyrir það, Skúli. Ég er búin að sjá textíl og flugunýtingar og ýmislegt fleira en nú er ég komin í listadeildina, teikningar og annað slíkt og það er hún Elva Ýr hjá Eik Hönnun sem hefur teiknað þessar glæsilegu teikningar. Blessuð Elva. Hæ. Og þetta eru flotta teikningar hjá þér. Já, takk fyrir. Hvert sækirðu innblástur? Í rauninni er ég ekkert að sækja innblástur neitt. Ég teikna bara, mér finnst ótrúlega gott að teikna og ég teikna mikið eftir ljósmyndum. Og þetta eru þessar teikningar eftir ljósmyndum sem ég er með hérna upp á og eins og sést þá finnst mér mjög gaman að ná fram einhvers konar tilfinningum í myndunum. Ég held að það sé aðalega það sem ég er að leitast eftir. Hugsaðu þá eitthvað úr þínu eigin lífi eða eitthvað sem þú sérð í bíó eða eitthvað þegar þú ert að... Nei, jú í rauninni, ég næ alveg að tengja við alla myndirnar sem ég er að gera og sérstaklega eins og hendurnar sem ég hef verið að gera. Það er ég er rauninni leitast mikið eftir þessari tengingu á milli fólks í teikningunum og það er rauninni það sem ég er að koma fram. Það eru líka svolítið óræðar, maður sér kannski aldrei í rauninni hver manneskjan er eða slíkt. Það er líka pínupointið með þessu, það er allir geta séð sér pínu í myndunum sko. Þannig að þá vill ég ekki vera að teikna fullt andlit til dæmis eða líkamann til dæmis þannig að meira bara finna skjáskot af ljósmynd sko, sem ég er að teikna. Hefurðu verið lengi að teikna eða hvaðan kemur upp, hver er bakgrunninn? Já, ég er búin að vera teiknarleg bara frá ég man eftir mér. Og fór náttúrulega í myndlistaskólan, reyndar ekki í listnámsdeild, heldur var ég bara í grafísku hönnun. Þannig það er kannski líka sterkur bakgrunn á baku það sem ég er að gera, eins og með teikningarnar og stafina og svona. Þannig að, já. Já, þessar teikningar með stafina, þetta hlýtur að vera mjög vinsælt hjá þér. Þetta er svo falleg tækifærisgjöf. Já, þeir eru ótrúlega vinsælir og bara
krökkum finnst svo gaman að eiga svona bókstafi inn í herbyggjunum sínum, þú veist, þannig að það ekkert bara mömmurnar sem að koma og biðja þetta, heldur eru krakkarnir mjög sjúkir í þetta líka. Og þetta þá í rauninni pennateikningar sem að eru þarna bakvið? Já, ég teikna bakurinn bara með bleki og setja síðan bara bókstafinn yfir, en svo bara hitt, myndirnar eru bara blýantstekningar. Hvernig leggst það svo í því að vera mætt hérna á handverkshátíð? Er þetta fyrsta skiptið? Já, þetta er fyrsta skipti. Ég hef alltaf viljað taka þátt, en aldrei verið meðnautt. Þannig já, fyrsta árið í ár og vonandi ekki það síðasta. Þannig að ég er ótrúlega spennt bara, vilt að fólki að koma og held að þetta verður bara ógeðslega gaman. Og nú er fyrsti dagurinn af 4. Þetta verður alveg törn. Já, ég hugsa að ég taki kannski með mér stól á morgun á borð. Þannig já, svo ítur ég nú ekki standa alla helgina. En þetta verður bara gaman. Já, það er góð hugmynd. Nú ætlum við að fara aftur niður á N4 vegna þess að það á að draga í bókaormsleiknum. Við skulum sjá hver hefur unnið bókina Ada og afmælisgjöfin. Jæja, þá erum við komin aftur á N4 og við ætlum að draga í bókaormsleiknum sem er alltaf í N4 dagskránni og við erum hérna komið með höfundinn og dætur hennar. Nýja bókin er sem sagt Ada og afmælisgjöfin og vil ekki bara draga? Jú, Alísa, ætlar þú að byrja? Hver er þetta? Eva Karítas Gunnarsdóttir frá Neskupstað. Til hamingju með þetta, Eva. Hver er næsti? Ok, Sigyn, ætlar þú að draga næsta? Já. Og ég lesa. Ok. Sturla Agnar Guðmundsson frá Akureyri. Yes, þá erum við komið með þetta. Og þá segjum við bara sjáumst í næstu viku.